Ég heiti Jón Gunnlaugur Jónasson og læknir og sérfræðingur í meinafræði og prófessor við læknadeild Háskóla Íslands í meinafræði. Ég fæddist í Reykjavík. Foreldrar mínir, faðir minn hét Jónas Jónsson og var framkvæmdastjóri fyrir síldar- og fiskimjölsverksmiðjunni hérna í Reykjavík og móðir mín hét Kristín Ingvarsdóttir. Ég ólst upp aðallega í Laugardalshverfinu og átti bara mjög góða æsku, gekk í Langholtsskólann og síðan landspróf í Vogaskólanum og síðan fór ég í Menntaskólann í Reykjavík og síðan upp úr því í læknadeildinni í Háskólanum. Það var dálítið af vinum mínum sem voru að hugsa læknisfræðina og einhvern veginn var það spennandi að reyna við numerus clausus sem þá var í læknadeildinni og hérna ég gerði það og það vildi svo til að ég náði og þarna góðu eða illu heilli, en ef ég hefði ekki náð þá ég hefði orðið smiður. Ég er búinn að hugsa það mikið síðan, ég held að ég hefði orðið smiður. Námið átti bara vel við mig, sérstaklega síðari ára námsins. Ég hafði mjög gaman af, strax á 3. ári í meinafræðinni og svo líka klíníska hluta námsins. Ég hafði alltaf líka gaman af anatómíunni á 1. og 2. ári. En þarna, eftir 4. árið í læknisfræðinni, þá var að búið með meinafræðin á 3. árinu, þá var ég heppinn að fá þarna sumarstöðu á rannsóknastofu Háskólans í meinafræði og það efldi áhuga minn á meinafræðinni að vinna þar og þess vegna hafði ég það alltaf í svona bakhöndinni þegar maður fór að velja sér sérgrein og þegar kom að því. Mér var alltaf fundist gaman að svona tengjast meira og minna allir í læknisfræðinni. Ef maður fer í meinafræði þá maður tengdur meira og minna öðrum sérgreinum læknisfræðinnar á einhvern hátt. Maður er að vinna fyrir eiginlega alla aðra lækna og sjúklinga. Það eiginlega engin vefur manni óviðkomandi og það kannski helst, maður hefur ekki mikil samskipti við geðlækna kannski en flest aðra lækna. Og það heillandi og svo hefur mér alltaf fundist gaman að leysa gátur og það eiginlega svolítið þannig í meinafræðinni að sýnin koma til okkar og þau eru ógreind en maður á sjálfur að greina þau og greina sjúkdóminn í sýnunum. Það gaman. Það þannig að það einhver læknir sem þarna fær til sín sjúkling og hann að reyna að finna hvað á honum. Hann getur þurft að spegla í magan eða eitthvað slíkt og hann sér eitthvað sem skrítið þar, tekur sýni og sendir til okkar. Við meðhöndlum sýnið með ákveðin efnameðhöndlun og fáum það til okkar við hjálp lífeindafræðinga á sýnagler. Við fáum þessi sýnagler og skoðum þau í smásjá og í smásjónni getum við greint hvaða sjúkdómur að með okkar sérþekkingu. Hvort að þarna að ræða æxlisvöxt, hvaða tegund af æxli, þetta bólgusjúkdómur. Það margt sem það getur þá lært af sneiðinni í smásjónni. Þegar ég var á kandídatsárinu, svona langt komið með kandídatsárið, þá sá ég auglýsta svona árstöðu eða svokallaða súperkandidatstöðu á meinafræðideildinni og það stóð eitthvað í auglýsingunni á þá leið að umsækjandi ef ráðinn þá mun hann fá að taka þátt í vísindavinnu deildarinnar. Mér fannst þetta svolítið heillandi og ég ákvað að slá til og sækjum og ég fekk starfið og snýr ekkert aftur og í þessu starfi þá fekk ég að taka þátt í rannsóknarverkefnum, meðal annars einni rannsóknum sortuæxli sem að meinafræðingurinn Bjarki Magnússon og Hrafn Túlinius sem var yfirlæknir krabbameinsgrár, þeir hvöttu mig til þess að taka að mér verkefni tengt sortuæxlum og við yfirfórum öll sortuæxli á Íslandi í 30 ár. Komumst að því að það var mjög vaxandi nýgengi eða aukning á sortuæxlum, sérstaklega síðasta áratuginn og við vorum að tengja þetta dálítið við sólarlandaferðir Íslendinga og aukna sólarlampanotkun og slíkt. Og það kom út grein, sem vísindagrein í Læknablaðinu sem mér þótti gaman að sjá mitt nafn á og hvatti mig áfram í vísindavinnu. Eitt frændi minn sem heitir Ingvar Bjarnason, hann var 5 árum undan mér í læknisfræðinni
Hann hafði sjálfur gríðarlegan vísinda áhuga og hvatti mig til vísindavinnu og sagði að það væri gott fyrir mig að skrifa eitthvað, bæði upp á starffram og annað. Og svo hann sjálfur fór út til London og var prófessor í King's College í London og skrifaði sjálfur fjölda vísindagreina. Hann var mér mikil fyrirmynd og það kann að hafa haft áhrif að mig langaði svolítið að gera svona vinnu, að vinna svona vinnu sjálfur. Og ég hef litið upp til hans. Ég verð nú að segja að ég hef þannig séð ekki litið á mig sem einhvern vísindamann sérstaklega. En hins vegar og hef aldrei helgað mig sérstaklega vísindunum. En hins vegar hef ég alltaf verið svona að rjátla í þessu, alla mína starfsævi og þegar maður heldur áfram stöðugt að vinna eitthvað í vísindum þá safnast þegar saman kemur og þetta verður dálítið umfangsmikið af burðum á 40 árum. Ég varð yfirlæknir krabbameinsskrárinnar í hlutastarfi árið 2001 og alveg til 2016 og mér datt í hug í tilefni af 50 ára afmæli krabbameinsskrárinnar sem var 2004 að gefa út svona bók sem ég vildi láta heita Krabbamein á Íslandi og það var bók með upplýsingum hin ýmsu krabbamein, krabbamein í brjóstum, krabbamein í maga, krabbamein í ristli og það voru sérkaflar þetta allt saman þar sem hægt var að fá alls kyns tölfræðilegar upplýsingar tíðni eða nýgengi sjúkdómsins, dánatíðni, fjölda einstaklinga með þann sjúkdóm lifandi og annað slíkt og líka var í þessum köflum almennar upplýsingar þessi mein, svolítið á mannamáli. Þannig að þetta var hugsað þannig að almenningur gæti skilið hvað þarna væri á ferðinni, ekki á einhverju flóknu læknamáli. Það er allt áhugavert. Það er óhætt að segja það og öll svona krabbamein út af fyrir sig áhugaverð og æxli, hvort þau eru illkynja eða góðkynja og slíkt. En hins vegar verður að segjast að þegar með meinafræðin þá vekur það alltaf svolítið áhuga þegar það kemur inn á borð hjá manni eitthvað sem er mjög sjaldgæft og reynir á. Það kemur líka stundum fyrir að við vitum ekki hvað er að og þurfum að fá aðstoð. Við getum sendt erlendis sýnin og fengið aðstoð erlendis frá og það getur líka verið gefandi að reyna sjálfur og hvað manni finnst sjálfur vera að fá það svo sendt út og fá staðfestingu eða leiðbeiningu hvað annað þetta ætti að vera. Það finnst manni dálítið gefandi og gaman. Já, ég myndi vilja gefa þau ráð að gefast ekki upp. Reyna þetta, sjá hvert á við fólk. Það er gefandi að sjá nafnið sitt á vísindagrein, ritrýndi vísindagrein. Sérstaklega ef þér finnst þú hafa unnið gott verk og góða vinnu. Ég verð svo sem að segja að þegar ég fór af stað, þá var það var miklu auðveldara heldur en núna er. Það var auðveldara að birta greinar þá. Núna birtir maður alla greinana með fjölda með rannsakenda sem þurfa að koma að verkinu. Þetta var mun nær því að vera svona einyrkjastarf þegar ég var að byrja í þessu. Auk þess sem að þá var engin vísindasiðanefnd og engin persónuvernd til staðar eða það var nú áður tölvunefnd á sínum tíma. Það þurfti ekki að spyrja neitt leyfis. Maður bara hringdi í krabbameinsskrána og fekk lista með nöfnum og svo byrjaði maður bara að rannsaka. Og það var engin hindrun. Nú þarf maður að byrja oft á tíðum að, já eins og ég segi, þetta kostnaðarsamara núna og byrjum að sækja styrki og sækjum leyfi og það tekur tíma og fyrirhöfn og á marga staði þarf að skrifa og fá leyfi. Þannig að þetta er svona flóknara núna heldur en var. Ég er ekki að segja að þetta sé afturfræðilega en það er flóknara. Það er mjög mikilvægt að þessi stunda vísindastarf og í rauninni finnst mér að meira og minna allir starfsmenn ættu eitthvað að taka þátt í vísindavinnu. Það er vissulega mismikið sem það liggur fyrir fólki og fólk hefur gaman að því. En ég held að allir hefðu gott af að tengjast að einhverju leyti vísindum. Það eflir mann í starfi og ég held að það gerir mann betri lækni. Ég held það. Ég er bara fyrst og fremst mjög stoltur að einhver hafi tekið eftir mínu vinnu
þó ég hef ekki verið sérstaklega auglýsana. Það gerir mig ánægðan og það er auðmýkt sem ég tek við þessu og svo finnst mér líka gaman að þessu fyrir hönd meinafræðideildar Landspítalans. Það vinnur frábært starfsfólk, mjög góða vinnu og ég lít á þetta líka sem svolítinn heiður fyrir það fólk. Þannig að þetta er mjög ánægjulegt finnst mér. Þakka fyrir mig.